Þessi þáttur ekki sérstakur út af því að hann var gefin út á mánudegi. Eða út af þetta þessi fyrst þátturinn í 3 vikur. Ja, þetta 1 árs afmælisþátturinn. Jæja, bara til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Jæja. Þetta fyrsti þátturinn í mjög marga vikur. Já, það bara búið að gera stræðalega upptökur, svo búið að vera unnvandamál sem bara koma ykkur alls ekki við. Nei. Það búin að vera mikið í gangi, en núna komið maí. Það alltaf ves. Núna fyrir sér að fara að styttast bara í sumarfrí. Já. Við erum myndið að segja ykkur eitthvað sumarfrí í júní. Já, þetta fyrst þáttur í maí, það aðeins flott. Ég skil ekki hvernig það kom maí. En það mikilvægt að segja. Þetta nefnilega Þetta nefnilega sko, við erum búin að vera með 2 seríur í gangi. Þannig að þið eru að hlusta á þetta þegar þættirinn okkar eru búin að koma út hjá Fóp. Með vonandi ekki að við senkum því aftur. Já. Ekki búin að klippa þetta framöndu? Það bara eftir svona, ég ætla bara að horfa til þarna og síðan við eftir svona setja grafík og millitökur. Já. Ólum var hann ekki alveg að standa sig við því, hann ekki bara að senda mér myndefni. Já, bara. Þetta bara, Ólur, þetta Ég kann ekki á plásstransur. Já, Ólur, það bara hérna að hoppa hann. Við skulum gera það eftir. Já, við ætlum að gera þetta eftir. Ok, en já, það sem við ætlum að segja, það mitt þættirnir eru komin út, við erum nefnilega að taka þetta á sunnudegi, einum degi fyrir. Já, klukkan 11 morgun. Já, hann verður kannski aðeins rólegir þáttur. Já, en Maggi, hann neitaði að vera með í afmælisþáttunum, hann þreyttur. Eða eitthvað, við vitum það reyndar ekki. Ég hringdi hann og hann var eitthvað að segja, nei. Ég held alltaf að hann vaknaði svo snemma. Bara hann það. Já, hann daginn. Hann það, ég var aldrei hitt það eða. Ég veist þú það. Já, þú það. Já, hann daginn, sko, ég var að spjalla við hann á WhatsApp, hann nú hættur WhatsApp. Já, þið fyrir að fóka WhatsApp, það bara must. Ég ætla bara frá núna, þetta aðeins ég gleymi. En allavega, og ég var eitthvað að senda Magga, hann svaraði mér 20 myndir í 6 á morgun. Ég bara akkurat að senda þarna. Bara. Þetta ekki með helbart hjá hann, Nei, við þurfum að halda svona intervention, sko, fyrir hann, það ekki. WhatsApp Messenger. WhatsApp. Vakna svona snemma. Ég var núna bara að fatta hvað WhatsApp, út af hvernig þetta WhatsApp. Og þetta svo WhatsApp. Já. Ég hef auðvitað að fatta þetta ofseint. Þegar þú sagðir ég held ég sem búin að fatta hvað WhatsApp þarna á að merkja, þá fattaði ég það líka. Já. Og þú sagðir ekki WhatsApp. En það búin að vera mikið í gangi. Við erum búin að taka upp seríu. Já. Það búin að taka mikið tíma og skjáseríu. Og já, við erum líka búin að gera mikið að skjáðum. Já. Og eitt með skjáin sem er mjög mikilvægt. Arnmundur, þú færð heiðurinn til þess að segja. Já, þú settir þetta Twitter, þannig að þú færð að segja. Þetta bara, við erum að tala þetta fyrsta skipti svona ópenbarlega ekki rituð máli. En já, þetta var erfið ákvörðun. En við erum bara að gera þetta. Þetta er ekki erfið ákvörðun, það var bara ég sem nættu sig lengur. Já, ok. Þetta var létt ákvörðun, en við erum búin að vera með þetta í 4 ár. Skjárinn að hætta. Já. Það eru núna eftir 3 þættir. Já. Við ætlum ekki að segja innihald þeirra, en það alveg búin að. Þeir eru allir samt alveg svona frekar sérstaklega. Já, við erum alveg búin að plana þetta. Þetta er engin venjuleg þáttur eftir. Engin. Nei. Við vorum að taka upp 1 ára 3 í gær. Já. Rosalega langar tökur. Við hittumst klukkan 1 og vorum búinir bara í klukkan 6. Já. Ég var búinn á því þegar ég kom heim, sko. Já, ég líka. Já, sko þetta, já, við gerum 1 ára 3. Já. Sem svona
versta í ættarmorðs 3-leiknum sem ættarmorð 1 og 2 eru öll að þetta minnum upp og að sjá þetta Ég er ekki alveg aftur góður, ég veit ekki alveg með en eitt alveg þarna, hann alveg það bara topp 10 Ég fannst bara ekkert eftirminnilegt í númer 2 sko. Já, það var hér, það var svona ágættir Ég man að við höfum gaman að taka upp og þetta góður sáttur, það bara engin ástæð fyrir að muna hann frekar en hann Nei, það var fantalega Ég var fatta, það sem ég teiknaði þetta ennþá hérna eftir En ég mun muna eftir ættamorðið 3 fyrir að hafa verið mesta martröð að taka það upp Það var svo mikið vesen og gæti verið að hlusta Nei, hann er ekki að hlusta Hann er einu sem hlusta á 5. áttin og hann hlusta svona 5 myndir Já, en þarna líka mjög leir hljóði í svona 87% að senna hann Sko, Vindur En málið er, sko, ég get ekkert spurt ykkur hvað er búið að vera að gerast En þess að við erum eiginlega búin að vera saman í verkinu bara síðustu 3 vikuna Já, við erum búin að tala rosalega mikið saman eitthvað, sérstaklega með venla út Nú erum við búin að taka upp fót Já, taka upp skjáinn Síðan fórum við að bergabba Já Við fórum að bergabba á föstudaginn og við fórum á Grillhús Guðmundar Algjör stæðið, sko, Grillhús Guðmundar Ég elskar Grillhús Mér fannst samt einhvern veginn borgarinn mér fannst bara einhvern veginn vera allt út allt sko í hinn einu og sann Mér finnst það að vera pirrandi við svona veitingastaði Nei, ég bara alltaf með hnífupörum þannig borga Já, nei þetta ég er mjög löglega að borða með hnífupörum það fyrir bara allt út allt Já Og þannig það fælst með akt og takt út og maður getur bara Finnst ykkur samt ekki óþólandi þegar þeir eru borða kannski eitthvað eins og taco eða svona borgara og þú missir kannski svona nokkra paprikubít á borðið og svona smá svona guacamole og eitthvað. Já, ég hata sko, sérstaklega með svona tortillur. Ég bara hata tortillur. Ekki, sko, ok, fyrstlega, ég er alveg þreytt frá það. Tortilla? Það er mjög mikið borðað af svona tortillum. Hvernig er aftur tortilla? Það er svona bara mjúk taco, bara svona. Tortilla? Og það er bara svona mjúk taco, eða. Já. Bara pennukakan. Það er skemmtilegt að segja tortilla. Sko, tortilla er nefnilega ekki matur beint. Svona mexíkosk pannukaka. Jú, tortilla. Tortilla er ekki bara, ég tala tortilla því kökuna, en það getur notað í taco og það getur notað í quesadilla og bara tala það hráefni, eiginlega. Og ég sagði svo pyrrandi og ég fyrst ég borðaði það mjög mikið annað í heimilinu mínu og bara, ég var bara svona stálið þreyttur á þeim heila. En svo er það líka bara svo óþægilegt að borða, maður þarf að brjóta það saman og allir er líka að segja sko tacoskeljar, svona harðar það er ekkert upprunalega mér og mér er bara alveg sama það eru betri, það er bragðast betur fyrst með svona harðar skeljar og já, ég veit að það er ekki upprunalega en þetta er samt bara sama bara eldað aðeins meira Þetta er allt bara eitt stórt samsæri eins og Arnmundur segir alltaf Já Þetta er bara allt vill Já, ég sé hvað ég fætti daginn líka Hvað? Ég segi mjög mikið hvert eitt og einasta Hvert eitt einasta? Hvert einn og einasti og ég bara fætti það núna hvað ef ég myndi bara hlusta alla karlakofþættina og bara taka allt út nema þegar ég segi hvert einn og einasti eða hvert eitt og einasta hver ein og einasta Hvað ef að tortilla? Hvað er tortóla? Og þú man ekki hrunið á tortilla Akkur man ekki hrunið á tortilla Það er sko þegar það hrynur úr tortillainu það er sáefnin því paprikan og guacamole það er hrunið á tortilla Taco Bell er ekki á Íslandi þannig Jú Það er inn á KC Er það ekki því í Hafnarfirði eða Hafnarfirði og Grafarvogi Er það ekki ólöglegt? Nei Að Taco Bell sé inn á KFC? Sko, ok, afsakið, en allir gleyma að Taco Bell er á Íslandi, sko. Ég gleyma alltaf. Mér finnst Taco Bell er sem það verið gott. Ég ætla að viðurkenna það. Allir gleyma að McDonald's er á Egilsstöðum. Fyndi. Ég er svo einu sem veit það og ég loksins treysti ykkur til þess að segja ykkur það að McDonald's er á Egilsstöðum. Úlfur, ég er með vondur fréttir að taka þetta upp, þú veist það. Ó já, sorry. Já, það er... Ég vissi ekki að við vorum í hlaðvarpstúdíó. Ég skil ekki eils það, útkomundum að vilja búa í Egilsstöðum. Ég er enginn miðbær þar, það er bara því enn eitt stöð. Hvernig líti áttur Egilsstaður út? Því það er eiginlega bara tré og nokkrar bensínstöðvar. Ég man þegar ég sá ykkur að mynda Egilsstöðum og þetta var svona rosa miðaldra bær svona. Ég veit ekki af hverju, allt eitthvað svona í rauðum litum og eitthvað. Já, bara út af miðaldra fólk býr þarna.
Já, það bara Amish fólk svona. Nei, fólk sem bara svona 50 ára. Já, ok. Það búa engin börn á Egilsstöðum. Ég að tala svona fólk sem lifði í the medieval times. Nei. Það samt örglaður þrælur á Egilsstöðum. Allar reglurnar sem voru síðari aldar eru á Egilsstöðum. Egilsstaður bara svo langt á eftir. Ég veist, Egilsstaður eitthvað svo bara sorglegur bæir. Afsakið fyrir allir. Býr ykkur þannig? Ég held það, ég er ekki alveg viss. Býr ykkur gamall bóndi sem heitir Jói og fyrir alltaf á þessu allar þessar bensínstöðu sem eru einu húsin þannig. Nokkuð tré sem að fara að höggva, svo vaksingin önnu tré. Það er svo þunnur jarðvegur þarna. En þarna stóra káið, hann býr nálagt Egilsstöðum. Hann býr nálagt Egilsstöðum, hann þið þekki hann er ekki hann ekki. Við hringdum í hann einu sinni, var það ekki? Já, ég ætti að fyrsta þetta. Já. Við erum ekki að síma þetta eitthvað. Já. En já, hann býr á, ég ætla bara að segja, hann býr á Neskaupstað. Já. Hann hefur kennt mér alls konar hluti, til dæmis að hata Eskifjörð. Og ég var að segja, Eskifjörður er bara líka mjög sorglegur bær. Já. Af hverju Ísland svona sorglegt? Af hverju svona... Búðardalur er líka mjög sorglegur bær. Er þetta vestur hlutin á Íslandi? Austur, fyrir ekki. Og þarna, af hverju austur hlutin á Íslandi svona sorglegur? Nei, ég er sko Neskaupstað og æðislegur, ég elska Neskaupstað og svo, já, ok, það er eiginlega eina, sko. Hvað myndu þið segja að væri sorglegasti staðurinn? Það er Búðardalur allan dag, sko. En hvað með þú, Armundur? Hvað myndir þið segja? Sorglegasti staðurinn. Eina sem er á Búðardalur, þjóðvegurinn og bensínstöð. Það er svona, bærin sem er í Höfn. Það er eitthvað svona bæra Höfn sem svona einn Vík Mýrdal? Nei, þetta er mjög lítill bær. Höfn í Hornafirði? Samt, rétt hjá Höfn. Rétt hjá Höfn í Hornafirði? Já. Það búið svona tveir af þetta á öllum kortum og þetta ekki hamstalega ástæða. Hafið þið samt farið á Flúðir áður? Já, auðvitað maður fer í þarna dýragarðinn. Ég elska Flúðir, en bara svo ljót hús þar. Er það? Já. Ég sé alltaf hús þar. Ha? Nei, jú, ég fór í alveg bæinn og svona og ég fór í þessa sveppasúpu veitingastað. Já, hann er æðislegur, ég elska hann. Hefur þú farið þarna, Armundur? Flúðir? Já, ég er okkur. Fræður fyrir sveppi? Það sem allir sveppitin eru búin til. Allir? Það er engin annar staður. Allir, það er bara Flúðir. Ok, hann að fyrst. En mamma vill útrýma þeim bæ. Ekki Vík, Skaftafell, nei. Já, en þess að við fórum þangað í fyrra. Þetta er Hof, já. Byrjun sumars 2021, þá fórum við á Flúðir. Ég held að enginn hafa heyrt það sinni. Þá fórum við... Það eru bara hótel. Ég er að segja, ég er hérna, það er svona 5 götur og ég sé hérna Vesturhús hótel, Kistihús, Adventure Hotel Hof, Litla Hof, Klettasel Villa. Eina sem er á Hof er einhver nokkur hótel og þjóðvegur. Ég skil alveg út að hverju svona sorglegt. En með Flúðir. Mamma vill útrýma þeim bæ. Sko, það var í fyrsta skipti sem litli bróðir minn datt á hausinn. Það var hræðilegt. Er það bara Flúðum að kenna? Nei, það er, það er Flúðum að kenna. Það var bara einhver flúsingum, ég er lítið barn og ítt og nörður jörðina. Já, það var svo mikið óhapp sem gerðist. Mamma mín og pappi voru öll út í bitum. Já, frá Flúðafólkinu. Já, frá þeir býta, sko. Já, passa sig. Þarna, það var alveg frekar gaman og þarna dýragarðin, hvað heitir hann oftur? Dýragarðin. Hvað er dýragarðin? Þarna, það sem að fara að klappa kann. Já, þarna skallið eitthvað hann. Skall. Þarna klappi eða eitthvað. Klappi, eitthvað svona það, kleppur. Ég held að það voru skalli. Nei, það var ekki skalli, það vissi. Já, slakki. Slakki. Þeim er reynda mjög skrítin nafn á dýragarði. Það er eitthvað, einhver ástæð. Ég er bara að kalla þetta skalla. Já, en Flúðir bara... Já. Bara, mamma mín vill bara... Ef hún var í Godzilla, sko. En þarna... Ef Godzilla var fyrstu staður sem myndir ráðast á var Flúðir. Já, örugglega. Ég held að það sé ekki annar staður sem hún myndi útrýma nefnum bara Flúðir á Íslandi. Já. Ég var að segja eitthvað, það er eitt sem þetta er umdilt af þau. Umdilt? Og jafnvel bara ég er að hugsa bara það sem ég er að segja. Ég er þetta nefnilega miðbær Ísafjarðar. Ég er bara ekkert rosalega flottur.
Ég sagði svo mörg fallegum svo Ísafirði. Ég elska Ísafirði og ég bara elska Vestfirði. Ég fyrir þarna árlega. Elska Vestfirði. Heyrðu, já. Þekki mér svo fólk Vestfirði og æðislega staðar. Flatir æðislega og Syðra æðislega og Súðavík svona alltaf. Eina ástæðan fyrir ég myndi búa Súðavík var til að stopna bakað í þarna sem heitir Snúðavík. Já. En já, þarna, það eina ástæðan fyrir mig langar að búa Súðavík. En já, og svo Ísafirði, það bara ótrúlega fallegt útsýni því út af það sem maður sér síst inn í fjörðinn. Ég að reyna hvernig Ísafjörður lítur út þessu. Og svo, en vandamálið það bensínstöð alveg niður við höfn með ótrúlega gott útsýni. Já. Og svo kirkjan þarna eftir Runólf Runólfsson byggð 1988 við mann 1984. Ég ætla að enda að kíkja 1983. Það ekki hvernig gamla kirkjan brann. Þú mátt ekki fyrst í bókum. En já, var hún mjög falleg gamla kirkjan? Já, hún var mjög falleg, hún var svona. Já. En þarna, Mattías, ég sá hérna svona Instagraminu, þá var þessi foss sem var frosinn og risastór grýlukerti og allt út í snjó. Hvar? Þetta var á Instagraminu þínu. Þetta ég þinn. Já, hvar var þetta? Þetta á Vesturlandi, í Skorradal. Ha? Skorradal. Við áttum busumbústana, við vorum að selja þetta. Skorradal. Og þetta ótrúlega falleg, Skorradalsvatn, lengsta vatn Íslands. Lengsta. En já, þetta ótrúlega falleg. Sá, hvað besta túrista sagði á Ísland? Hvað sagði? Reyndar enginn, þannig að sagði fullt af túristum. Já. Algjör, já. Það var drepað. Þá útrýma það. Þetta svona útrýming búið. Ef ég væri einræðisherra þá myndi ég útrýma það svona túrist. Í kosningunum, þannig að við viljum útrýma túristum á Íslandi. Já, þeir eru leiðilegir. Það eitthvað efni sem við lítið fyrir bók. Og leiðinlegir. En þarna það nýr dagskrálaugur það ekki? Já, en býtu, þarna ef að það væri engin túristar, hvað væri samt besti, þú veist, túristastaðurinn á Íslandi? Fyrir utan það að það eru túristar þarna, alltaf. Er það Geysir? Gullfoss? Blue Lagoon? Bjarganir, Slysfarir, eru því. Hvað, bara eitthvað stöð sem ég hata? Geima þar. Ha? Rotna. Geima? Bara láta túristar bara geima þar. Já. Og stöðar sem allir Íslendingar hata. Efnahags- og viðskiptum. Já. Hvað hata allir Íslendingar? Hvað hata allir Íslendingar? Búðardal. Já, bara geima það. Eldsvoðar, þetta það glæð sem þetta Eldsvoðar. Ég held að allir Íslendingar hata túrista, já. Já, það ekki? Nei, ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Nei. Þeir var money frá þeim, sko. Já, þeir bara, geð mér money, ok. Það svo létt að trykka þarna túristafana að segja haldið að allt sem Íslendingar gera eitthvað hefðbundið. Ég ætla að lesa inn og hvað gerast á Íslandi 1983. Þetta í Eldsvoðakaflanum. Kveikt í fjölbýlishúsum í Breiðholti. 13. nóvember kom þrívegis upp eldur í fjölbýlishúsum í Breiðholti. En sjá hérna, þetta var 13 og 14 ára drengir sem kveiktu í 3 húsum. Ha? Þannig að þið tvirk geti gert þetta. Já. Og þú er ekki bara að færi Breiðholti kveiki nokkrum húsum hafa gaman. En þarna, þú veist að segja Armundur, nýr dagskráliður, ég heyrði að Mattías væri með það. Já, Matti með nýjan dagskráli. Já, sem hvað? Já, það byrju. Það er sáðfyrstu hús ekki kirkja. En já, ég held að ég allavega ekki með þarna vinaleik. Vinaleik? Nei. Það ég með vinaleik, ég manna ekki. Þú getur tjekkað á því núna. Já, ég get tjekkað. Það eina sem Nei, sími minni döður. Það verður ekki vinaleik. Það líka kviknað. Ég með fréttir að kveiknaði einu sinni í geislavirka búið Valda. Nei! Bruni að Vitast í 11. Á nýjársdag kom upp eldrahúsinni Vitast í 11 í Reykjavík. Nei, hvað var það ekki endurbyggt bara sem Valda er? Já. Slökkviliðið kom á staðinn var töluverður eldur í kjallarahúsinu svo mikil reykur í því öllu. Reykkafarar voru sættir til aðstoða fólki sem var í húsinu. Björgust allir út í heilarhúfi. Slökkvistarf var erfitt þar sem eldar höfðu komist orðin mikið þils og veggja og urðu miklar skemmdir húsinu áður en ráðin voru niðurlög eldsins. Nú séu við verið rífið þá. Já, ætla ég. En já, ég sé ekkert bruna á Ísafjarðarkirkju. Hvað ertu vissum að það væri 83? Ég ætla að kíkja 84.
Skiptir þetta svo miklu máli? Já, mér finnst þetta skiptir mjög miklu máli. Rauðin og svona. Við vitum bara að Matthías er sjúkur í íslenska menningu. Ég elska íslenska menningu. Arkitektur, já. Íslensk menningu svo áhugaverð. Þess vegna verður þú að vera á Rás 2 með svona menningarmál Íslands. Er það ekki þáttur? Rás 1 eða ekki? Rás 1 eða Rás 2, ég veit það ekki. Það er svoðar, það er... Hvort myndi það vera Rás 1 eða Rás 2? Rás 1, svona. Rás 1. Menning. Menning. Nefnum að mætti vera hljómans að Hérna, þetta er þriðja sem ég sé sem gerst í Breiðholti. Já, það er. En þarna, Armundur, þú veist þarna gaurið með gleraugun þarna í VHS. Já. Gleraugun þarna? Já. Gaur, ég var bara að frétta það í gær, það var eitthvað viðtal við hann í Hringbraut. Hann var bara allur í dópinu og ruglinu, sko. Já. Já. Hvað? Myndirðu trúa því? Hvað var hann að gera? Hann var bara allur í kannabissinu og drikkjunni og var þunglindur og eitthvað. Það kveiknaði hérna í Laugavegi. Svo var það vinur við Villaneti. Húsið að móti, mál og menning. Húsinu hérna. Þetta er mjög hressandi að við erum að tala um þunglindi, uppistandara og bruna í Breiðholtinu. Allt fyrir ammæli. Nei, aftur í Breiðholtinu. Þetta er bara frábært. Hérna aftur í Breiðholtinu, er ekki gaman það. Já. Já, Matthías. Já. Eigum ekki að fara í liði núna, Matti. En núna komið 1 ár, mér liðin þess að það hefur verið hálft ár. Mér liðin þess að við byrjum með að kalla hvað fyrir hálfu ári kannski. Já. Er það? Já, hvenær liðið þérna sem við byrjum að kalla hvað? 1 ár. Aha. Já. Mér liðið bara eins og... Já, mér liðið eins og... Oh my god, það er hundur. Út ykkur svona mörg egg. Út ykkur er svona mörg egg. Egg? Hvað? Það er svona mörg egg, út ykkur svona mörg egg hérna. Ég veit að ekki, lokaðu bókinu og setinu upp og hittu. Lítið barn blendist hérna. Hæ? Já. Lítið barn? Já. Þetta er farið í algjörsturu. Og hérna aftur í Breiðholti. Aftur í hvað? Herri, þetta er bara... Fór Ísland í einhvern bruna? Það var alltaf verið brunar á Ísland. En já, það var skrítið en það er 4 brunar úr 5 árum í Breiðholti. Já, loka þessu. Förum í liði. Come on. Já, byrjum smassum. Ég er alveg brjónar. Já, ég er brjónaður. Gleymur ekki kíkja 1980. Hvað skreita fyrir? Nei, Matthías. Matti. Nei, ég held að það var 88 sem að kirkja var byggð. Já. En já, ég fann þessa bók sko, þegar hún getur á Flateyri, þá lærði ég mynda. Já, liðurinn þinn. Já. Já, það er 9 dagsfélagin. Orðleppir. Orðleppir, wow. Það er rosalegt. Orðleppir. Orðleppir. Ég sver ef að þetta er einhverjum sérstök íslensk orð. Þetta er sko, sérstök íslensk orð, sem þið hafið örugglega ekki hýrt áður. Ég sé svona freka vissum þið hafið aldrei hýrt þessu orð áður. Hvað, ef við gíska merkingu þeirra? Orðaleppir, já, þau er bara gíska merkingun þeirra. Sko, orðaleppir þýðir nefnilega bara merkingarsnutt orð. Hvað, verður eitthvað lag undir eða eitthvað? Ég vil ekki setja eitthvað lag. Hvað, þjóðsöngina eitthvað? Setja og bassa var rásið orðalepp. Það er eitthvað svona hrútspungur. Ég er ekki með Spotify, þannig að ég get ekki gert það. Ég er nú Spotify. Við getum sett á Rip and Tear og Doomsang. Já, nei, the only thing they fears you, með ekki, hefur það. Já. Spotify. Lag. The only thing they fears you. Ég er ekki að fara að nota það. Hvað, erum við ekki að fara að nota eitthvað? Arnundur, þú verður að velja lag. Já, ég veit að Ólfur, Herra Reykjavík. Herra Reykjavík. Með Stórsveit Reykjavíkur. Herra Reykjavík. Nei, byrjuðu við ekki að hafa stefið á nýju þáttunum? Hóp. Skalum við Ó borg mín borg. Ok, Ólfur, afsaki, Ó borg mín borg. Ó borg mín borg. Og maður svo fá að sjá hérna, það er nokkur útgáfa. Haukur Mortens. Já, og Haukur gerði alveg 400 lög, nema hann samti bara 2 af þeim, sko, sem er rosalegt. Og það er Ó borg mín borg og Simbi sjómaður. Simbi sjómaður? Simbi sjómaður, hefur ekki Simba sjómaður, það er frábært lag. Hauki Mortens. Er það einhver barnabókapersóna eða eitthvað? Nei, hádramatísk lag um þunglindi sjómann. Já, frábær þáttur, frábær afmælisþáttur. Það er verið að tala um þunglindur og eitthvað svona. Hlusta á þig núna. Ok, hérna. Hvað er þetta hérna? Æ, við erum bara þetta hérna. Já.
Ég held Ó borg mín borg ég lofa ljóstins þræti þín Ég heyrði voða lítið í þér. Já, ég ekki. Dutt. D-U-D-D. Og þetta bara nafnorð. Ég ætla að segja þetta sem Duttið mitt. Snjóskafli. Já. Að svona að bara dunda, þú var að dunda sér. Það rétt eiginlega bara dútla að dunda við. Já. Bara sama fólk. Býtu, þetta svona keppni? Jú. Já, ok, þannig að ég fæ 1 stig. Já, 1 stig. Grútarbrækja. Grútarbrækja. Og já, þetta líka bara nafnorð. Bara grútarbrækjan mín. Armundur, þú fyrst. Það svona hestamennska. Fuglamennska. Það bara fuglasökurum meitur þetta. Nei, þetta alltaf megn lykt af lifrar og lýsisbræðslu. Eigum við að giska á það? Já, þetta bara lýsis og lifralykt. Já. Jesus. Pjöngur. Hæ? Pjöngur. Pínkur. Nei, pjöngur. 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 Er þetta ekki bara eitthvað lítið? P-J-Ö-N-K-U. Það svona strokkur svona. Það er leikaður það. Tippi. Strokkur, þú veist svona. Já, svona, það gerst mér. Ég ætla bara að segja tippi. Pjöngurinn mín þýðir farangur. Ég er ekki að grínast. Bara farangur. Hérðu, já, pakkaðu saman pjöngurinn eitthvað þínu. Auðfúsu gestur. Óþekkur gestur. Auðfúsu gestur. Já. Þú giskaðu. Bókmenntir. Nei, þetta er bara velkomin gestur eða kærkomin gestur. Og loksins, þetta er erfiðast held ég. Ódó. Ódó. Óbó. Ódóinn minn. Nei, ódóinn mitt. Þetta er óhræsi eða ómenni. Eða samkvæmt hérna málinu.is illa innrættur maður. Var þetta síðasta? Þetta var seinst að hann og Úlfur vinnur, það er bara 1-0. Já. Vá, þetta er einmitt búið þegar það... Vá. Já, við ætlum að slökka hérna á, slökka blóðtísinu. Bluetooth. Nei, það fór einhvern veginn aftur. Nei, það er slökkt alveg, sko. Þetta er kallakoðan í afmælisstuði. Þetta gera þetta. Já, Armundur. Segja alltaf aftur og aftur. Armundur, það er byrjaði fyrir það hálftíma maður. Vegna þess að Bylgjan er að fara að byrja sína þetta nákvæmlega útvarpi. Þú fekk samband við Ívar. Kannski er ykkur stilli nákvæmlega störi. Já, þetta er kallakoðan í afmælisstuði. Fólk veit, já, þetta er þarna kallakoðan. Já, þetta er kallakoðan í afmælisstuði. Hvað með afturinn bara það heitir kallakoðan, svona 2 punktur að gefa undirtitill í afmælisstuði. Kallakoðan í afmælisstuði. En, vitið hvað ég til í? Hvað? Í birthday. Nei. Hvað, okkur þú eftir að gera kynferðisbrotadansin? Er þetta kynferðisbrotadans? Já, þú veist þetta er hana fótboltamanni gera. Já, víkingaklappið. Já. Ekki bara þeir gera það. Jú. Þetta segja að vera allir sem fóru á fótboltaleiki árið 2016 og svona voru barnaníðingar. Þetta segja allir krakkaður í Viti í Vestmannaeyjum eru barnaníðingar. Nei, ég er að tala um landsliði. Mér finnst að þetta ætti að vera Fortnite dans vikingaklappið. En þarna, já, sögustundin okkar. Hvað er þetta eitthvað sem Ingo Viðguð gerir eða? Já. Þetta hér? Þetta var í hana lagi hjá hann. Já, ok. Já, þetta er sögustundin okkar lagi. Já, ef maður fann í sögustundin okkar. Já, það er sögustundin okkar. Hvað má ég vera babba? Má ég vera gestur? Já. Vilt þú ekki vera spurning? Vilt þú ekki vera spyrill? Ég er búinn að vera of oft og ég er alltaf svo sami. Ég er alltaf svona, hvað er að því maður? Druglaður, ég er alltaf þannig. Já, þetta. Já. Og ég er líka, mér langar að vera ammælisbarn sem kemur hingað inn í. Byrju, hvað sagður þú? Mér langar að vera ammælisbarn. Má ég kannski taka viðtalið þá? Já, endilega. Já, þá fyrir við hérna. Byrju, það kom bara eitthvað. Síman eftir Byrju, hvað er þetta hérna? Arnmundur fer í síman eftir 1,
2 Byrju, hvað? 3 Það er eitt takk hérna sem gerir ekki neitt 5 6 Já. Ok, þetta virkar Þetta gerir ekki neitt Það er svona. Hlustu á þetta Wow. What the fuck? Já, þannig að þið sem voru hlustu á mig getið spólið tilbaka og þannig að þið getið spólið tilbaka og setti alveg hæsta Þetta var svona Hvað er ég að gera hérna nú? En já, þannig að, já, ef ekki fara þá í Já, þá er komin tími á Sögustundin okkar Já, góðan daginn öll velkomin í sögustundin okkar Í dag eru komið afmælisbarnið Guðmundur þú mátt tala Guðmundur, kirkjan er búin Já, ok, já, ok Já, ok Guðmundur Hvað Já, kirkjan er bara, ok Já, ammæli í dag Hæ, allir Hvað ert þú orðin gamall í dag? Ég er orðin gamall og þið Kæru vinir Og hversu gamall er það? Amen Hversu gamall er það? 1 árs Ég er 1 árs Ég er 1 árs Þú ert nú ansi greindur fyrir 1 árs barn Ansi greindur Já Er það Jesus Er það að leggja mig í einhaldi? Já, Þú veist að allir gera það Ég er bara svona að tala þú bara ansi klár fyrir þinn aldur Ansi klár, já Oh my god Ég lendi alltaf í þessu Bara Guð blessi Ég segi alltaf bara svona greindur mér Guð blessi Ok, já, kirkjan er búin Akkur er hljómaði eins og Bubbi Mortens Guð minn góður Já, þú ert einmitt hérna Guðmundur Mortens sonur Bubba Mortens Já, ég er Guðmundur Mortens sonur Bubba Mortens Já, einmitt Hérna viltu segja ykkur smá sjálfan þig Já, ég er sonur hans Bubba Mortens og já, ok, kirkjan er búin Já, þannig að þú ert Guðmundur Mortens sonur Bubba Mortens Já, ég er Guðmundur Mortens sonur Bubba Mortens Já Það er ekkert annað að segja Ég er búin að vera unga barn í 1 ár og núna er ég orðin fullklár Ég er búin að fá allt þetta knowledge Ég veit allt pappa minn og ég veit allt bróður hans Og hver er bróður hans? Hann Haukur Mortens Já, ég held að hann væri Ég held að hann væri dauður Nei Já, og þetta Hvað fyrir þér mann Hauk frænda? Hann er ömurlegur Hann er ógeðslega leiðilegur Já Hann er ógeðslega leiðilegur Hann er bara ógeðslega leiðilegur Hann er ógeðslega leiðilegur Já Hann fer aldrei með mér í kirkju Guð blessi sem minning hans Já, þú sagði rétt á hann var ekki dauður Ha? Sagði ekki rétt á hann var Jú, hann er dauður Ég drap hann Já, og veitu hverju var það? Ég veit það ekki, hann var bara leiðilegur Veitu hann kom ekki í kirkju með þér Samt þetta ógeðslega leiðilega lag sem heitir þarna Og borg mín borg Já Hvaða borg? Það var enda Vilhjálm Hvaða borg er hann að tala um? Hvaða borg er hann að tala um? Það var Vilhjálm frá Skálholti Hæ? Skálholti? Já, Vilhjálm frá Skálholti sem sendi það lag, hann söng það bara Já, en já, ég er búin í kirkju, já En já, hann að núna kom ég til að spyrja þig varðandi pappa þinn, það búið að vera mikil umræð hann Já Undan farið Og hann hefur ekki talað neitt það Hann hefur bara það hefur sagt að Bubbi Mortens, faðir þinn faðir, já, Guðmundur Mortens Já að hann sé íslenski Kanye West Er það satt? Ertu að fokka í mér? Veistu hvað, bara Guð blessi sem minning hans Guð blessi sem minning hans Er Bubbi Mortens líka dáin? Nei, Bubbi Mortens er ekki dáin Ég vil bara blessa hann því fólk er að hengja saman við Kanye West Þeir eru ekki einu sinni, já, gamlir Þeir eru í gangi Æ, Guðmundur minn Guðmundur, klóðu þú þarna ekki Guðmundur, nei Ég er ennþá 1 árs Guðmundur, þú ert ekki blegið Guð blessi sér minningu mín Amen Guðmundur, ekki pissa á því Guðmundur
Já, mjög auðvelt með að pissa á mig, já. Ég er ekki í bleiu, sko. Já, ég er ekki í bleiu, ég er ekki í bleiu. Ég er ekki í bleiu. Móttan hérna undir nokkur bara rennandi blaut. Já, heyrðu. Guð blessi sem minning mín. Hvað þetta var mér sjálfsmorð? Amen. Nei, hvað að ég, maður? Ég er ekki þunglundur. Já. Nei. En Guðmundur Mortens og Bubba Mortens. Guðmundur Mortens, vissu hvað hver er Guðmundur? Hver er Guðmundur Mortens? Það er þú. Já, ég, einmitt. Ég er ennþá eins ás. Kirkjan er búin. Og það er komin orðrumur sem þú hefur ekki sagt neitt það er að þú sért íslenska Kim Kardashian. Af hverju er fólk að bera saman mig og Kim Kardashian? Af hverju? Förum við bæði í kirkju? Já, Kim Kardashian er þetta mjög trúið. Fer hún í kirkju? Já, hún er mjög trúið. Fer hún í kirkju? Og fer hendar í hof, hendar við mannjöld. Fer hún í hof? Já. Hvað er að þessari konu, maður? Og af hverju er fólk að endur líka annað við mig? Af hverju mig? Já, og engaði þarna Guðmundur Mortens, hún er Bubba Mortens. Gefðu mig snuttu. Ég er ekki með snuttu, en gefðu mig snuttu. Ég ekki með þetta á mig. Gefðu mig duttu. Þú var bara það síst síminn minn, það var bara sjó honum. Já, nei, ekki hvað lítið klámi, maður, hvað er það þér? Ekki að kláma á símanum mínu. Já, takk fyrir sögustþetta, takk fyrir þetta, Guðmundur Mortens. Haukur Mortens er álviti, ég farin aftur í kirkju. Takk fyrir þetta, Guðmundur Mortens og Bubba Mortens. Fyrstu tárin, fyrstu sárin, fyrsta Þetta er búið. Var þetta það gott? Var þetta það allt? Við spurjum ekki það. Þetta er búið og gert. Já, þetta er búið og gert og við gleymum þessu að eilífu. Ef við hlustum á hana þátt aftur sem er mjög ólíklegt við hans að við erum að lifa í þessum þætti. Afmælisþáttur Karlakofans. Númer hvað? 35. Afmælisþáttur. Það er enda mjög góð tala til að þetta. Já. Það er samt svona margir kannski maður er kannski núna konum við 50 þetta en við erum svolítið svona sleppum svolítið af þetta með tökum fundu frí og svona við kannski mjög reglulegir. Já. Já. Er eitthvað fleira sem þú vilt segja? Já, og hvað er svona áhugavert það? Mér langaði líka bara að segja að og er eitthvað að bjúum, Viljum við bara segja það að ég var lagsins búin að frétta Úlfur, vilt þú koma í titurkeppni? Hvað er okkur titra meira? Nei. Þannig að ég var núna bara að frétta skilnaðan þeirra. Skilnað? Já, Kanye West. Já. Hann er ennþá að koma með trukka með blómabið í skottinu, sko, hann er ennþá að gera. Hvað, bara sem að þessum? Bara setja nálgunabann í alvöru. Úlfur, settu bara nálgunabann á kallinn, sko. Þið voru samanlega frá því að þið voru að þú varst 5 ára það ekki. Úlfur, hvað veit Kim Kardashian af sambandin ykkar? Eða Pete Davidson. Þannig að Pete Davidson og Kanye West voru saman. Já. Hvað eru þið svona þreföldur eru þið svona í hvað eitthvað þetta aftur svona sambandi svona eins og Bassam Marasi eða einhver ég ekki hver þetta var sem var svona í sambandi með þrem. Hvað var Bassam Marasi byrjaði með Kanye West? Eru þið ekki ólíkt stónum, sko? Nei, það ekkert. Hann var ju ekki á Twitter do you want to go out with me? I love you so much. Og svo segir hann no. Og svo Bubba Mortens, hann segir alltaf nei. Þú ertu búin að segja söguna frá því þegar hver var þetta amma þín eða eitthvað bara svona nei, ekki bara komið góð. Já. Var ég búin að segja já, þú segir hana tvisar eitthvað. Hún er góð það. Nei, við ykkur er það ekki. Nei, ég kalla góðan, þú er sagt það, sko. Já. Hún er góð saga, það. Já, góð saga. Er Bubba Mortens hver er útlenski, hver er ameríski Bubba Mortens? Nei, ég meina Helgi Björns. Gæinn sem syngur lagið Lagið?
Já, hann Hvað var hann eitthvað I live in America I live in America Childish Gambino, maður Ég man ekki hvað hann Weird Al Yankovic Nei, það ekki Bro, bara að fatta sonur hans Felix Bergsson sem þarna í Kanari Já hann örugglega bróðir hans Guðmundur Weird Al Guðmundur Felixson kannski, já Guðmundur Felixson, já Ég finnst það alveg frekar góður leikur Hvað myndi þið gera Hvað myndi þið gera ef Felix Bergsson myndi bara detta inga niður og borði bara Hefur hvað komst ekki með Guðmund með þér? Hann segir blessaður Það er svona bara, afsakistrákar Ég ætla núna að fara að tala fyrir Vitta í Toy Story 5 Hvað varst að gera þarna uppi? Hvað væri hann örugglega að gera þarna? Sko, þetta er ljósmyndasafn Íslandsinu fyrir ofan Ljósmyndasafn Ísland, það er bara skoða ljósmyndir Já, strákar, ég var með hugmynda Instagram story til þess að auglýsa þarna næsta Karlagóða þátt Við erum svona upp í rúminu þarna frammi Já Við erum þarna upp í rúminu Já, við erum að klára hérna Karlagóða þáttinn Þið vilja ekki vita hvað gerist í honum Þið verður samt að hlusta Já, verður samt að hlusta Þið verður fyrst til að vita hvað gerist í honum Það, já, 40 mínútur Við erum búin með 40 mínútur Við erum eftir svona 20 myndir Ok, þannig að hvað Og í þessu þetta ætlum Hvað er í gangi? Úlfur, mannstu þannig eftir þarna dagskóliðinum þarna sem þú varst með þarna sem var þarna Spurningasögur Hérna það Já, spurningasögur Það var svona kortir Hvað myndir þú gera ef þetta gerist? Ég veit ekki Ok, þú bara ferði inn í hörpu Kannski Og svo kemur þetta falag og borðar þig Hvað myndir þú gera? Ég veit ekki hvernig það er að vera að borða Já, kannski sko nefnilega málið er að maður á ekki að geta svarað þessu Nei, en það tók svolítið langa tíma Já, kannski er þetta ekki nógu gott svona í hlaðvarpi Fyrst að þetta tekur tíma Ég held að smá saman muni Karlagóðan bara hætta allar dagskólið Já, eins og beint í bílinn, smávegis Já, þú veist, við byrjum vorum með eitthvað 5 dagskólið núna erum við með 2 eða eitthvað Jó, þetta er Superman Þetta er litli bróðin minn Kæru hlustendur, sjáuð Sjáuð kæru hlustendur Þið munu aldrei sjá litla bróðin minn aftur Hann er dauður Nei, hann þarna byrtist í einu skjátti Já, Úlfur, hann er dauður Byrtist hann í einu þætti? Skjátti, já Úlfur Gerði hann það? Úlfur Í hvað þætti? Það var hann að Ættam ára 2 Er það? Nei Úlfur, hann er dauður Blessu sé minning hann Við getum notað hann í eitthvað Þetta hljómaði illa Það hljómaði svona hriðjarka maður svona Við getum notað hann í eitthvað Við getum notað hann Við getum þjálfað hann Fyrir tunnana Nei, fyrir þeir sem fættust fyrir 2001 ekki hlusta á hann og þátt Please, þú verður að setja það á YouTube Fyrir þá sem voru fættir fyrir 2001 ekki hlusta á þetta Ok, ég ætla að segja smá Góður hlustendur Þeir sem eru fættir fyrir árið 2001 eða ekki að hlusta á hann og þátt Halló Ok, þannig að þetta hérna verið í byrjunum þættinum Og svo kemur þarna þessi þáttur ekki bara Og ekki bara út af því að tvíbratunin var sprengtur árið 2001 En já, tölum aðeins fyrst að núna er gott ekki fyrir að tala 9/11 Já, ég spurði nefnilega á ég að segja ykkur hvað sko það gæti hafa verið að eiginmaður systur pappa míns hafi verið í einni flugvél sem fór í Ok, afsakið það nú Það voru alveg einhverjar Vissur þú að eiginmaður, systur, dóttur, langa ömmu Hver? Frænku mína bara Hvað var hún í flugvélinni? Nei, eiginmaður hennar Þau búa nefnilega í Ameríku Hann hefði geta verið í flugvélinni Nema hann var heikla húfi Þannig að Viljið vita hvað? Hann var í annar í flugvél Seth MacFarlane Já, hvað hafði hann að gera Já, Seth MacFarlane átt að fara í eina flugvélina sem klæsti á turnin En hann misti af því út, hann svaf yfir sig Í alvöru? Hann var í svona hangover Já, hann var að leika í hangover myndunum Átti hann að fara í eina af þessum flugvélum? Hann átti að vera í fyrstu flugvélina minni mig Nema hann svaf yfir sig? Já, og hann var 5 mínútum á seinn Hann mætti á flugvöllin og flugvöllin nýfarin á stað þegar hann kom á hliðinu Við hefðum aldrei getað fengið Ted ef hann hefði ekki sofið yfir sig sko Pælið í því Ég sá öllum mannskjum Seth MacFarlane Já
That's not problem. En það núna það búið að sýna eina heimildamynd. Það sem verið að sýna svona fólk að taka vídeo af 9/11. Já, ég sá það. Magnað, sko. Þetta daginn og þeim daginn þá minn ég fyrst 3 mánuðum. Já, sko, mér langar að sjá þetta. Já, þetta brjála, sko. Ég man þegar ég horfði á eitt þátt ég man bara ekki, Úlfur, ekki 1 dagur af lífið þínu, 1 þáttur, eða hvað? Sko, ég segja þér það. Þú ert nú að koma stæði fæla myndi á linna. Já, Ólfur, ég var bara að segja. Koma svo starfsmennir á bókasafninu og taka ykkur í burtu eða eitthvað. Já. Og svona afsakið þeir eru geðveikir, þannig að ekki hlusta á það. Ólfur, þetta er svona Truman Show dæmi. Þú ert Truman úr Truman Show eða hvað sem hann hétt, eitthvað. And in case I don't see you again, good morning, good evening og good night. Já, Ólfur, við erum alveg leikað þar. Ég er í alveg Guðmundur Felixson. Jimmy Carr sagði ekki samt. Ólfur. Já, Truman sagði það. Nei, Jimmy Carr var með allt annað, sko. Jimmy Carr er þessi. Þú veist hvað Jimmy Carr er? Það er ekki Jim Carrey, það er spjallþáttstjórnandinn. Já. Þessi sem ég verða the late. Já, en svo alltaf þeir eru að tala um alltaf Jimmy Carr og segja alltaf eitthvað good morning, good night og eitthvað úr Truman Show. Já. Jimmy Carr var ekki Truman Show. Nei, hann hefði átt að vera það. Okkur það verður rústað að landa með hann segir Truman Show. En þarna, hvað var, já, svo líka mamma mín. Hvað? Þarna, 11. september 2001. Hún var í Indlandi eða eitthvað. Æ, nei, ekki. Og þarna, Æ, nei, ekki Indlandi. Það er rosa stefn. Nei, ok. En þarna, nei, út af því það bara tengist sögni ekkert. En þarna, Indland er. Indland er ekki Bandaríkjunum. En þarna það var einhver gæi sem var svona með sverð. Hún var eitthvað að elda hana og hún var eitthvað mjög óörugg og hún var eitthvað svona að hlaupa. Hvað? Og hann var eitthvað að fylgja hana og hann var eitthvað svona. Úlfur, þetta er þessi nýji leikur sem þú að fá símaninn. Nema kemur í ljós, þetta var bara sölumaður. Með sverð. Þú kaupir ostinn minna í dref. Og lendi svo heppilega til að þetta var á 11. september 2001. Nei, það er ekki það eina. Þegar hún bara lendi í þessu og svona fullt sem gerðist og svo, menn að svo hún var flugfreyja þá. Hún var svona að fá á klóflugvélni og þarna eitthvað, og svo sá hún eitthvað gæja sem var með svona hálft andlitið eða eitthvað svona, alveg svakalegt. Og þarna, og ekki cancela mömmu minni fyrir þetta. En þarna, allir, mjög margir á flugvélinni voru þarna, eða svona, hún var þarna nóttina. Svona, eftir hún var í Indlandi eða eitthvað svona og frænkan sem ég sagði eitthvað frá áðan, hún hringdi í hana og hún var alveg hágrátandi og var eitthvað þarna maður, þarna, ég ætla ekki að segja þarna nafni á eiginmann frænku minna en þarna Eiginmann heitir Kanye. Já, Kanye er örugglega í flugvélni, eitthvað svona tvíburatunnir eru að vera sprengtir og eitthvað svona og hún er eitthvað dauðþreytt og það var eitthvað sjá tvöfalt og eitthvað kveikt á sjónvarpinu og hún var what? Nei, Kanye. Sagði þetta, what? Nei, ég bara hún var bara eitthvað, what the fuck? Og svo næsta dag. This is crazy news. Og svo næsta dag. Þá þarna sá hún með hálft andlit og hún fór inn á flugvélina. Og þarna, ekki cancela mömmu mína fyrir þetta. En þarna, hún var mjög paranoid. Þannig að það var fullt af þarna hvað segir maður þarna hindúar með svona hijab já og hún var dálítið paranoid þú veist þetta var bara venjulegt fólk við erum bara mjög ég leiði þessu og þarna svo afsakið þetta ekki miskilja okkur en þarna hún var mjög paranoid þú veist en kemur í ljós þetta var bara venjulegt fólk og hún var bara svona ok, alltaf leið en þarna, var ekki ástæðan þess að Osama ákvað ráðast inn á Bandaríkinu vegna þess að þau eru að gera annað heldur eða svona þau voru ekki ánægð með það sem Bandaríkjamenn voru að gera öðruvís heldur með þeir hann vildi eitthvað meina Bandaríkjamenn voru rasistar og eitthvað ég ætla að sýna ykkur eitt fyndið að Obama ákvað að drepa Osama
Það bara, ég fór í hláturskast þegar ég heyrði fyrst. Ég bara... Klassískur Obama. Já. Gamli. Hvenær ákvað hann að gera það? 2011. Osama fættur á 11. september 2001 til þarna 2011. En ég sakar, ég er að sína ykkur húsi sem ég ætla að gisti á Ísafirði í sumar. Það? Já, ég er gist... Já, Þú ert sjúkur í Ísafjörð. Ég elska bara Vestfirði. Herra, ég hef fyrir spurning, hvað finnst ykkur betra? 7-11 eða 9-11? Hvernig var 7-11? 10-11. Æ, það er þarna búðin í London. Já. 7-11, 9-11, hvað er betra? 10-11, sko allir dag. Þetta er húsið. Já. Er þetta hús sem þú ætlar að gista í? Amsterdam, já. Hvað, ertu ekki í Amsterdam? Það er rosalega. Herru, 10 mínútur eftir. Við verðum svo bara að setja á Happy Birthday. Já, í 10 mínútur. Já. Ég hef ekki séð hana Whole 9 Yards með Bruce Willis og Matthew Perry. Nei, ég hef reyndar ekki séð hana. ég hef ekki séð eina mynd með Bruce Willis. Ha? Nei. Og með Spy Hard. Já. Við horfðum á hana saman 3 á Spy Hard. Hefur séð, Ég veit. en þarna Loaded Weapon 1. Ég hef 2 myndið af Die Hard og Loaded Weapon 1. Ég bara sér Die Hard held ég. Ég held það, þannig að ég Já. Hann lék í Loaded Weapon 1 sko. Hvað Hann lék Die Hard karakterinn hans. Þetta er eina skipti sem Bruce Willis var að leika í Die Hard karakterinn hans, ekki Die Hard mynd. Og þannig að hann byrjaði sinna 5 sekundur. Og það er út af bróður hans framleiðandi að Loaded Weapon 1. Já. Smá svona kvikmynda. Já, það er Dean Willis eitthvað. Eitthvað. En já, núna er hann bara hægt að hann brossi. Það er aldrei komið að Die Hard 6 og það átti að koma sko, í sumar eða eitthvað. Blessu sem minning Bruce Willis. Hann er ekki dán. Ég veit, en hann er með þarna heilablóðfall núna. Er það ekki? Hann er að fá heilablóðfall einhvers núna. Málstól eða eitthvað, málstóð. Hvað er hann bara að gera núna? Hann er bara heima hjá sér. Með fjölskylduna sinni og hilsum Og bara getur ekki talað? Eða á erfitt með það? Já, hann er mjög erfitt með það. Hvernig tala þetta fólk? Ég fyrir ekki að leika það. Nei, ég svona... Nei, ég veit það ekki. Bara, þurfa það að benda bara núna, reyna þau að tala? Þau reyna, hún tala ekki. Reyna. Já, en sko, hvað með að við spilum bara 9 mínútna Happy Birthday? Er til 8 mínútna útgáfa af til hamingju með afmælið? Ég veit það ekki. Það var þáttur næstu vöku, það ekki? Jú. Hæ? Nei. En Maggi var ekki á honum, þá var hann í útlöndum aftur. Hvar? Hann var eitthvað, þetta síðast var hann í London. Núna verður hann þá í Tenerife. Ég man þessi hvað hann er. Svíþjóð er ekki eitthvað. Jú, hann er í Svíþjóð. Svíþjóð? Helvíti Svíþjóð maður, það er dröpa. Veistu hvað er eitthvað svona rasískur í dag, Arnmundur? Arnmundur er bara svona í rasísku skapi. Hann vaknaði bara svona, veistu hvað, ég ætla að vera rasist í dag. Þetta er Svíjar. Allir eru rasistar, það er bara þannig. Svíjar fara eitthvað til. Fólk er ekki að segja, ég er ekki rasisti. Það hefur sagt eitthvað á ævi sinni. Það hefur sagt annar. Norðmenn fara líka töðunar á mér. Það Örn Árnason kynnti mér það. Já, þarna. Örn Árnason hata norðmenn. Og þá verður þú að hata norðmenn. Já, hann bjóti reglan karakter í spöggstofunni. Hann komur allir hverjum svona einasta þætti í svona 5 seríur eitthvað og bara tala hvað norðmenn er lélegir. Já, er það ekki ófeigur? Og þá bara smitast maður á Noregs hatri. Og ég hef ekki þorað eins og ég smitast af Eskifjarðar hatri. Þannig að þú hatar í þarna stóra íð. Já, það ekki hann en bara norðmenn yfir höfuð. Hann er norðmaður. Já, hann er hálfur norðmaður, ekki? Já. En já, eins og ég smitaðist af Eskifjarðar hatri. Nú. Það er bara svo sorglegur bæri hérna. Svona, þú ert, þú Mattías, þú ert austur Ísland, sumir staðir hatari. Já, bara. Þú ert norðmanna hatari. Norðurlanda hatari. Norðurlanda hatari. Það eru mörg landa hatari. Akkur er hatari Norðurlandi? Það er bara penning. Ég veist eitthvað svo goofy yfir Norðurlandi.
Þeir eru búin með pirrandir heim og Nú er tala þetta- við hans að liða hallasina. Eru við ekki með pirrandi hreim líka? Ekki drosalega. Nei, við erum ekki Sér allir í norðan þegar þetta Við hljóma ekki þannig. Við erum það, já, góðan og blessan. Já, það er mikið betra. Nei, ég veit ekki, við erum svona, hello, En velkom. þau myndi ekki segja það saman með okkur. Nei. Bara að segja ykkur, við erum, út ykkur er Og Ísland, út ykkur er Ísland með svo ótrúlega ólíkan hreim. Það er Svíþjóð, Danmörk og Noregur. Líka við hljómum ekki svo nein önnur tungumál svona hreimlega, þú veist. Já, og þetta við erum, hello guys, velkom, við séum alltaf vaff í stað fyrir Fyrir tvöfald vaff. welcome back to another unboxing video. Hann er Blaze Mói fyrir hann er svo mikið upplöld að vídeo hvað hata Rúf mikið. Já, hann var að senda eitthvað þarna reviewing þarna Roof þarna news of þarna Elon Musk buying Twitter, hann var að gera review á það. Já, síðan gerði hann daginn eftir eitthvað 5 mínútna vídeo og hann var að tala hvað Rúf er lélagt. Ég skil ekki alveg hvað. Og fólk veit ekkert hvað hann er að tala. En þú veist að það besti vinnur þinn þarna LS Mark. Ég hata hann. Hann og Blaze eru góða vinnur sko. Byrður að fíbla þig ekki. Nei, ég er ekki að grínast. Hann er talað hann í vídeóna sínum og hann er að follow hann á Twitter og eitthvað. Ég ætla að halda áfram að kalla hann LSD Mark eins og hann sjúkdóminu. LSD er eituröfna við manni rétt. Er það? Já. Já, Það gerir ok. glóðið STD. Eða STD, ég get alveg kalla hann STD Mark. STD Þegar Maggi var alltaf, hann heitir ekki LSD Mark, hann heitir LS Mark. Og mér er alveg saman. Og það er á LS. Þetta heit, sko ekki Nei, Happy byrju, Birthday Úlfur. Animals Úlfur, má ég líka gera eitt lag sem er svona líka hann afmælslag eða? Hvað er það? Það er When's Your Birthday? Eftir Ethereal in E. When is your birthday? When's Your Birthday? Hvað með ég gerir Gummy Bear Happy Birthday to you? Nei, Við erum fyrir að gera skrifa Happy Birthday Animals. Happy Birthday. Úlfur, fyrst gerum hann að Ég er ekki á YouTube, sko. Ég fara á YouTube. Ó já, já, Að skrifa eitthvað, já, það er nefnilega vegna Nei, ok, það er ofnögnu fyrir YouTube. Það er Happy Birthday Animal Singing. Já, Dog Singing heitir. já. Setjum á það. Nei, byrju, Úlfur, farið í settings og tengstu þarna Bluetooth, þarna roadcaster. Já, ég tengdur. Já, það tengdur. Er það ekki? Prófa bara að skrifa Happy Birthday. Prófa að spila smá öllum lögunum, eitthvað að þið eru öllum. Nei, ég spilaði Happy Dog Singing. Þetta prófa Úlfur, farið í settings og gá hvort þú sért ekki örgla. bara að spila smá öllum lögunum. Farið í settings. Já. Ásakið smá tæknilegar villur. Bluetooth. Roadcaster Roadcaster Pro not connected. Ég ætla að reyna að fara í það. Connected. Svona gott. Sorglegt. Hvað? Það sé ekki connected. Hvað er þetta svona neikvæður? Nei, það er bara sorglegt. Prófa bara En já, við býðum, hvað finnst ykkur um landsbyggðina? Ég er ekki mikill aðdáandi. Við erum að fara að spila Dog Singing. Kannski er þetta ekki rétt. Prófa að spila það. Nei, ég ætla bara að fara að spila. Á hverju spilast það ekki? Hvað ertu búin að gera við síma? Ég er ekki búin að gera neitt. Hvað? Farðu út úr, slöktu bara á hann og kvöktu aftur. Núna er ég að leika Þetta er fyrsti þáttur en þú ert með nýja síman þinn, eða ekki? Jú. Já, svona. Þetta er ekki rétta. Þetta er Pétur Ég Jóhann. veit, þetta er eitthvað dog. Líkar ekki við þetta? Nei, prófa bara að Þetta er ógeðslega gott. spila fyrstu sekundurnar. Þetta er besta Kanye-lagið. Úlfur, þetta er besta Kanye-lagið. En ég-lagið, það skil. Spila bara smá, skrifa bara Happy Birthday og spila smá öllum lögunum. Og Happy Birthday með Stevie Wonder. Nei, það er ekki það. Hvað ætlar að spila þetta bara? Fyrir elskar ekki Stevie Wonder.
Það smá karaoke fyrir þetta. You know Hljómar svo langt ef að það býja með það eitthvað einhverju. Ég get ekki sungið það út af ég teikna fyrst stuðmannahornið og þá er ég bara alltaf fyrir það. Ég vil ákvað hvað mig langar til að bara æfi ég mig fyrir það. Ég teka nokkur sinnum nefnilega heima hjá mér. Nei. Ég kom klukkutími. Skammastuðin. Hvernig við, þetta bara hvernig kallar komið niður, við bara að Cocomelon. Nei, ekki deyfa. Ég vil ekki bara spila þetta Happy Birthday to you. Með Stevie Wonder. Nei, bara Happy Birthday T.A. Torsen Abrolat. Hérna, þegar ég ætla að gera það. Já, Matti ætla að gera það. Já, settu á þetta á YouTube-inu. Það virkar ekki hjá mér. Nei! Út af ástæðu. Hættu! Út af ástæðu. Já, ok, út af ástæðu, já. Þetta ekkert svo skammarlegt. Þetta mjög skammarlegt. Þú segir þetta í 100%. Nei. Hvað? Þetta ekki alveg svo vandræðalegt. Jú. Af hverju Úlfur getur ekki opnað YouTube? Stóra M-ið, hann sagði mér einu svona að subscribe rásina hans og Stóra B-ið. Og þarna, svona, farðu á YouTube og eitthvað svona, já, já, það heitir þetta og eitthvað svona, já, eitthvað, þannig. Það kom. Nei, ég reyndi að fela það frá hún, svona, já, þú fara aftur í sætið og ég gerði það ekki. Út af því að þið virkaði ekki. Your birthday, happy birthday. Já. It is your birthday. It is your birthday. Þetta ekki alltaf happy birthday. Í þrýli nei. Og ég seti núna þennan Animals. Það hefur þennan asna og þennan hund sem er að dansa þarna. Arnundur, hvað finnst þér þennan hund sem er alltaf að dansa þarna? Í vídeónu? Ég veit ekki hvað. Þetta er alltaf bara því Cocomelon shit eitthvað. Þetta er svona feitur asni og svona. Ég veit hvað þetta tala shit. Allt getur auglýsing. Ekki hvað fyrir auglýsing. Ekki bara nota þetta. Þetta er klúður í beinni. Af hverju viltu svona mikið að svona fullkomið þáttur? Það er bara gaman. Happy birthday. Besta Þú gerir það bara þegar þú komin á bylgjuna. Hvað ég að gera? Happy birthday. Hvað ég leita? Happy birthday. Hippo dog. Já, hvað, já, þessi þátt. Hérna, fann þetta. Þetta er langt besta afmælislega bara. Hinn ekki séns. Heyrðu, við þakkum fyrir okkur. Þetta var afmælisþátturinn á Kallakofunum 35. þáttur. Það segir þið, drengur. Það er öllum alveg saman með þig. Jæja, minna að fylgja okkur öllum elst áhugur eftir fyrir alltaf. I want to do something special for you. It's your birthday and you're special too. So I brought some guans from the outer Guam Zoo. They honk and squonk and sing just for you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. Open your eyes, here's a present. More crazy creatures, don't worry, they're pleasant. They're upside down dweebs on inside out swings. They do things backwards, and backwards they sing. Which means happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday to you. There's a party today, a once a year occasion. A party is coming your way. Your
special way. But you're extra special, so have a great day.